Já, góðan daginn. Það er best að ég byrja á að kynna mig. Ég heiti Jack Hrafnkell Danielsson og held út í síðunni jack-daniels.is eins og flestir vita sem að hafa lesið eftir mig pisla og fylgst með mér samfélagsmiðlum. Einnig vita þeir sem að hafa fylgst með mér að ég get verið ansi harðorður, orðuljótur líka og kannski ekki ástæðulausum, en hef svona í seinni tíð verið að reyna að bæta það og setja mitt mál fram með málefnalegri hætti án fúkyrða og stóryrða, þó misjafnlega gangi, en allt er þetta svona ágóður í leið eins og maður segir. Ég ætlaði að hafa þennan fyrsta vídeópistil bara stuttan og aðalega bara svona kynningu á sjálfum mér, en það sem er náttúrulega hæðst í umræðinu hérna í dag og er mjög alvarlegt mál þegar maður fer að skoða hlutina, er það hvernig stjórnvöld í landinu vaða áfram algjörlega á eigin forsendum og hlusta ekkert á almenning. Því að það er jú almenningur sem að kýs þetta fólk inn á þing og þetta fólk á að þjóna hagsmunum almennings en ekki sínum flokkum og málefnum flokkana. Því eins og við höfum séð frá því að núverandi stjórnarflokkar tóku við á Alþingi þá hefur orðið algjör kúvending í þessu þjóðfélagi. Vöruverð hefur hækkað upp úr öllu valdi. Álögur á sjúka og aldraða hafa hækkað alveg gífurlega. Á sama tíma er búið að skera niður skatta og ýmsar álögur á ríkustu þjóðfélagshópana, sem er náttúrulega grafalvarlegt því að þetta er sett beint á herðar þeirra tekjulægstu í landinu. Og ef við skoðum þá líka bara núna það sem kom fram í vikunni þegar verkalýðshreyfingarnar settu fram sínar kröfur í sambandi við launahækkanir, að þá koma formenn samtaka atvinnulífsins alveg brjálaðir og harðneit að taka þátt í því að hækka laun almennings. Ég meina, nú er talað um það að lágmarksframfærsla á einstakling fyrir utan húsnæðiskostnað sé kringum tæpar 300.000 krónur, og ef við skoðum bara leiguverð til dæmis í Reykjavík, þurfum ekki að fara til dæmis neitt út á land, við þurfum bara að skoða hvernig leiguverðið er í Reykjavík, að 3 herbergja íbúð er komin og yfir 200.000, íbúð sem er innan við 100 fermetrar, og maður spyr sig bara, þú veist, vill þetta fólk ekki sjálft prófa að lifa á örorkubótum í svona hálft ár og sjá hvernig það gengur að komast af á leigumarkaðinu? Ég meina, eitthvað þarf að gera. Þetta fólk er sko svo gjörsamlega úr öllum takti við þjóðfélagið, við raunveruleikann og hvað það er fyrir fólk að komast af í þessu landi. Þarna þurfa stjórnvöld og svo sérstaklega ráðherrar og þingmenn að staldra aðeins við og skoða alvarlega sína stöðu, vegna þess að málflutningur þeirra er með þvílíkum ólíkindum oft á tíðum að, já, veruleikafirringin, að maður veit ekki hvar þetta fólk heldur að það sé. Það þarf aðeins að stíga niður úr fílabilsturninum og skoða sjálft sig, skoða hvað er að gerast í þessu landi og spyrja sjálft sig hvort að þetta sé það þjóðfélag sem að þeir vilja búa í, þar sem allir eru á móti þeim og þeir eru hafðir að háði og spotti endalaust fyrir fíblagangin. Ég ætla ekki að fara neitt nánar út í þetta, ég ætla að, eins og ég segja, hafa þetta bara stutta kynningu á sjálfum mér og já, renna svona aðeins í það helsta, en
þá örugglega eftir að koma meira frá mér og ég á eftir að prófa mig áfram í þessu og kannski verða pistlarnir lengri og fleiri og betri þegar á líður en við sjáum bara til. En það sem aðalatriðið núna og við ykkur sem að eruð að horfa og hlusta að þið sem eruð í vinnu og þið sem að eruð í verkalýðsfélögum nú verðið þið hvort sem ykkur líka það betur eða verð þið verðið að taka þátt í því að efla kaupmátt í þessu landi hækka lágmarkslaun og það algjörlega á ykkar ábyrgð vegna þess að sá sem að ekki mætir á fundi verkalýðsfélags síns sá sem ekki mætir á vinnustafafundi sá sem tekur ekki þátt í starfinu hann í raun að vinna á móti sínum eigin hagsmunum hann í raun að skerða þá möguleika að hann geti fengið kjarabætur hugsið aðeins út í þetta vegna þess að þið verðið ykkar sjálfra vegna að standa saman í því að hækka laun almennings í landinu og þá sérstaklega þeirra tekjulegstu og það gerir það enginn nema þið sjálf það þýðir ekkert að koma með afsakanir eins og við höfum ekki efna á að fara í verkfall þú veist, það safnast bara upp reikningar og bla 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 veistu það, þú sem á þetta segir þú ert bara að vinna á móti þínum eigin hagsmunum alveg sama hvað þú segir og alveg sama hvað þú þrætir þetta staðreynd, þú veist það og þú þarft að taka til í þínum eigin ranni ef að þetta þitt viðhorf því að engin keðja sterkari en veikasti hlekkurinn hafðu það aðeins í huga og já, ég þakka fyrir mig í dag og við sjáumst bara í næsta pistli. Eigið hann góðan.